Góðan daginn. Losunarbókhald Íslands að svara 3 aðalspurningar. Hvaðan kemur losunina? Hversu mikið hún? Og hvert erum við að stefna? Og eins og hefur komið fram áðan þetta samstarfsverkefni á milli Umhverfisstofnunar, Landgræðslunnar og Skógræktar með aðkomu gagnaveitendum. Og ef við byrjum á byrjuninni, hvaðan kemur losunina? Þá tökum við smá dæmi úr lífinu mínu. Ég fer á fætur á morgnana, fæ mig kannski morgunkorn, með kannski smá mjólk út í. Síðan fer ég í vinnuna. Ég tek reyndar strætó, en þessi bíll, hann táknar bara allar vegasamgöngur. Strætó, hann fer fram hjá fallegum skógi, Skógræktarfélag Mosfellsbæjar. Hægri megin, þannig í kringum Korpúlfsstað, þar framræst mýri. Síðan í hádeginu fæ ég mig kannski fisk, sem var veittur af íslenska togara. Og yfir daginn mun ég nota ýmis hluti, raftæki, efni, hreinsefni og svo framvegis. Ég mun líka alveg örugglega á einhverjum tímapunkti þurfa að fara á salerni og henda rusl. Seinna í sumar þá mun ég fara til Sviss, fljúga til Sviss til að heimsækja pabba og mömmu. Losunarbókhald Íslands nær einungis til losun sem á sinn stað á Íslandi. Ef ég hefði ákveðið að fá mér Oatly haframjólk í staðinn fyrir kúamjólk í morgunkorninu mínu, þá losun við framleiðslu og flutning þessari Oatly-mjólk sem framleidd í Svíþjóð talið til losunarbókhald Svíþjóðar. Til að geta tryggt samanburð og áreiðanleika gagna og borið saman á milli landa eins og Elva var að nefna áðan, þá ber öllum sem skila losunarbókhald að fylgja leiðbeiningunum milli ríkjanefndar loftslagsbreytingar. Og þarinn meðal annars segir til að við eigum að flokka, að setja þessi mismunandi athafnir og hluti sem við gerum sem mannfólk í mismunandi flokkar. Efst til vinstri, það flokkurinn sem við köllum orka. Og þar allt eldsneytisbruni inni, til dæmis. Þar undir líka losun frá jarðvarmavirkjunum. Niður til vinstri, þar flokkurinn iðnaður og efnanotkun. Það frekar augljóst hvað þar undir. Landbúnaðarflokkurinn, það allt búfjárrækt og rækt almennt séð. Til hægri næst, það úrgangsflokkurinn, þar urðun úrgangs, jarðgerð, fráveitu og svo framvegis. Landnotkun og skógrækt, þar undir fallar landnýting eins og framleiðslu mýrin og binding frá skógrækt. Umhverfisstofnun sér útreikningana fyrir orku, iðnað og efnanotkun, landbúnaðar og úrgangsflokknum og Landgræðslan og Skógrækt sjá flokkinn landnotkun og skógrækt. Byrjum að skoða hvernig þessi flokkar hafa þróað síðan 1990 til 2020, sem nýjustu tölur sem við vorum að skila. Við vorum að skila þessu fyrir örfáum vikum til ESB og til loftslagssamningsins. Frá vinstri til hægri, hérna tímalínan. Hérna var Friends, hérna voru Spice Girls, það voru hérna, Adele, hún var hérna. Hérna, lárétt, það losunin. Í kílótonnum CO2 ígildi. Hvað nú það? Kílótonn, það 1000 tonn. Ígildi, þetta svona mælikvarði, það sem við getum reikna hvaða gróðurhúsalofttegund sem eins og hún væri CO2. Til þess að við getum bara, þannig til þess að ég þurfi ekki að sýna ykkur 7 eða 8 mismunandi gröfum, mismunandi gróðurhúsalofttegundir, til þess að við getum sett þetta allt saman á sama mælikvarði.
flokkurinn, hann hefur verið að losa það bil 2000 kilotonn með smá sveiflur sem við skoðum betra á eftir í gegnum tímabilið. Iðnaðarflokkurinn, hann hefur aukist út af aukin malmframleiðslu aðalega. Landbúnaðarflokkurinn, hann hefur staðið það bil á sín stað í kringum 600 kilotonn. Úrgangsflokkurinn, hann það bil 200-300 kilotonn og síðan stærsti hlutin landnotkun, losun frá landnotkun. Það sem við ætlum að gera næst, ætlum að skoða hvert einasta flokk hér undir og skoða aðeins betur hvernig þróunin hefur verið. Ég ætla líka aðeins að sýna ykkur smá hvernig framtíð gæti verið samkvæmt útreikningunum okkar. Hún Ásta sem á erindi á eftir mér, hún mun fara meira inn í hvernig við vinnum þessi framreikningar. Þannig að ég ætla að stikla á stóru þar. Byrjum á orku. Munið þið það aðalega jarðeldsneytisbruni og jarðvarmavirkjanir. Gula línan, það eru vegasamgöngunar. Vegasamgöngur voru að vaksa það í kringum hrunið fór þetta aðeins niður og náði toppinn árið 2018. Og síðan fór þetta mjög mikið niður árið 2020 sem líklegast út af COVID-áhrifin með minna ferðamönnum á Íslandi og breyttar ferðavenjur Íslendinga. Spáð samdráttur aðalega út af rafbílavæðing. Fiskiskipin hér, sem eru þessi bláa lína hér, þau hafa verið að fara niður síðan 1996-7 og þetta aðalega út af því að fiskiskipin eru ekki fara jafn langt og þau voru að fara í lok seinasta aldarinnar og betri orkunýting, endurnýjung af fiskiskipaflotan og skilvirkari veiða. Og það spáð áframhaldandi samdráttur þar. Það líka gaman að sjá hérna, ef við skoðum þessi bláa lína hér, þetta losun frá jarðvarmavirkjunum og hún hefur farið upp með aukin framleiðslu á orku. Og síðan hér getum við séð að þetta að fara niður í þrepum og þér aukin áhrif Carbfix aðferðafræði, sem sagt föngun og förgun. Og næst iðnaður og efnanotkun. Og það langstærsti þátturinn, þessi gula lína hér. Og það málmframleiðslan. Og þessi stökk, þau endurspegla þegar það opnast ný verksmiðja eða verksmiðja að auka framleiðslugetu sína. En við ætlum að taka þessi gula lína hér í burt til að geta sé aðeins betur hvað að gerast hér, af því það svolítið áhugaverð saga þar. Þessi græna lína hér, þetta F-gösin. F-gösin, það eitthvað sem notað í kælimiðlum, sem við notum til dæmis í frystihúsum og ef þið farið í Bónus, það frystiskápar nota þessi F-gösin. Í ísskápnum okkar, í bílnum okkar, AC, líka með F-gös ennþá að luta til. En þessi efni, þau voru innleidd til þess að koma í staðinn fyrir ósoneyðandi efnin. Þannig að við héldum að þetta var rosalega góð hugmynd að gera það. En síðan kom í ljós að þessi F-gös, þau hafa rosalega það rosalega sterkar gróðurhúsalofttegundir. Þá þurfum við bara að spola tilbaka og fara að draga úr þessari notkun og framreikningarnar sýna það að þessi samdráttur mun eiga sinn stað á næsta áratug. Losun frá landbúnaðinn hefur það bil haldið sig á sinn stað. Hérna eitt af þessum orðum sem við notum gjarnan, sem íðragerjun. Ef ég á að einfalda þetta róp og prump á jórturdýrum. Og það þessi losun, hún bara beint háð því hversu mörg dýr eru til. Og það smá fækkun þar. Losun frá úrgangi, það helsti flokkurinn, það urrun úrgangs hérna og síðan 2005 hefur þessi losun verið fara það bil lækkandi vegna aukin endurvinnslu og endurnýting og vegna aukinar metansöfnun líka.
og það spáð áframhaldandi samdráttur þar, meðal annars vegna bann á lífrænu úrgangi. Seinasta flokkurinn landnotkun og skógrækt. Sumir ykkar kannski sem hafa heyrt eitthvað af samskofunum okkar, kallast líka LULUCF. Og Jóhann mun útskýra aðeins betur, hvað þetta LULUCF? Þar hefur í rauninni verið trendið frekar flatt og ég ætla ekki að segja mikið það því að einmitt Jóhann og Arnór tala meira það. En það gaman allavega að sjá þessi lína hér sem binding, aukin binding frá skóglendi og Arnór mun segja meira það. En fyrir Kyoto-tímabilið sem Elva nefndi, seinni skuldbindingartímabilið sem var 2013 til 2020, þá ákvað Ísland að vera saman með ESB til þess að vera með sameiginleg markmið gagnvart loftslagssamningsins. Og Ísland aftur í samfloti við ESB fyrir Parísartímabilið sem 2021 til 2030. ESB búin að búa til regluverk til þess að halda utan þessari losun mjög vel og nákvæmlega og bjóð til mismunandi kerfi. Og þá öll losun frá malmframleiðslu fyrir Ísland, en þeir bara í rauninni bara öll það sem við kallum stóriðjan. Það líka mikið orkuframleiðslu í ESB-löndum sem nota ennþá jarðeldsneyti til að framleiða raforku til dæmis. Og flug þarna undir. Síðan losun og binding frá landnotkun og skógrækt í sér skuldbinding. Og síðan allt hitt. Það eru vegasamgöngur, úrgangur, landbúnaðurinn og svo framvegis. Og nú ætlum við aðeins að skoða varðandi skuldbindingartímabilið Kyoto-bókunarinnar sem var 2013 til 2020, þannig að það var að ljúka núna og við ætlum að fara að gera þetta upp. Við ætlum að skoða hvernig það fór. Hér aftur losun í 1000 tonnum CO2-ígildi. Og ef við tölum saman fyrir öll þessi 8 ár, losun á beinni ábyrgð Íslands, vegasamgöngum og svo framvegis, teljum við þetta allt saman, þá vorum við búin að losa 23.000 kilotonn, eða 23 miljón tonn. En við fengum í samningin okkar við ESB úthlutaðar 15.000 kilotonn. Hér. Við megum nota að hluta til einhverja bindingaerningar frá landnotkun og skógræktarflokknum. Og það bæði landgræðsla og skógrækt sem þarna inni. Og við fáum að nota tæplega 4.000 kilotonn. En það sem það þýðir það vantar ennþá tæplega 4.000 kilotonn. Og þessi hér einingar mun Ísland þurfa að kaupa. Og það verið að skoða núna hjá ráðunautum hvernig við förum að því. Losun hefur farið minnkandi, en ekki nóg. Eins og kemur fram í glæran sem var á undan þessi að við náðum ekki Kyoto-markmiðunum okkar. Framreikningar sýna að mengun fer áfram, haldandi en ekki nóg. Þannig að losunarbókhaldið rosalega mikilvægt tól til að vita hvar liggja tækifærin. Og okkar verkefni að grípa þau tækifæri. Og fyrir börnin og barnabörnin okkar og fyrir fallega íslenska jökla eins og Snæfellsjökull, þessi mynd þaðan, þá þurfum við að grípa tækifærin núna. Og þá munum við ná okkar markmið í loftslagsmálum. Takk fyrir mig.